Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín kominn góður gestur alla leið frá París. Það hann Einar Már Jónsson, rithöfundur og sagnfræðingur og sem hérna á Íslandi í stuttu stoppi og mjög svona heppilegt hann skildi verið til í að koma bara í örstutt spjall kannski svona helst, það svo margt sem mann langar til þess að ræða við þig alltaf eiginlega. Væri mjög gott að ræða við þig reglulega og við höfum nú reynt það hérna á Rauðaborðinu en sem sagt áhuga svið þitt og raunverulega sérfræðisvið nær yfir mörg svið. Má kannski segja það, já. Og þín reynsla sko. Já. Þannig að hérna þú varst blaðamaður 1968 fyrir Þjóðviljan í París og hefur verið kennari í Svartaskóla eða Sorbonne í París, varst það í mörg ár, ert enn með skrifstofu bara í 5. latínukverfinu, er það ekki? Jú. Og hérna, og þannig að það væri náttúrulega bara mjög gaman að heyra svona almennt þitt líf og hvað þú ert að spökulera, en við eiginlega ræddum að byrja á París svona, hvernig er staðan í Frakklandi eða París, hvernig þú upplifir það eftir kosningarnar? Já, ég veit það nú ekki vel því vegna þess að áðurinn Ólympíuleikarnir hófust þá flúði ég borgina eins og mjög margir Parísarbúar. Það var mikill flótti, ég fór eins langt eins og ég komst frá París suður til Suður-Frakklands. Og þar var ég meðan Ólympíuleikarnir stóðu yfir sko. Og ég held að það verið mjög margir Parísarbúar. París hafa eiginlega nánast í tæmst sko. En það var erfitt líf í borgin á þeim tíma. Margar neðanjarðarlestarstöðvar voru lokaðar einhverjum ástæðum og það voru hömlur á því hvert fólk geti farið nema ástæð sín einhver skírteini, Guð má vita hvað. En ég held að margir hafi verið afskaplega ánægðir með að komast burtu og þar var ég og ég kom aðeins til Parísar eftir að ég var þarna suður frá var eiginlega bara 2 daga áður en kom hingað til Íslands. Og var borgin svona nokkurn veginn óskemmd? Já, hún var óskemmd nema þá voru ennþá neðanjarðarstöðvar sem voru lokaðar, þannig að það var ekki alltaf auðvelt að komast á milli. Þú ferð svona allra þína ferða er það ekki á annarkvort fótgangandi eða í metróinu? Jú, ég notaði engan bíl. En aldrei í París? Þú voru aldrei verið í París? Nei. En neðanjarðarkerfið, ertu hrifnari því heldur en sko, sem sagt, strætóan? Já, vegna þess að neðanjarðarkerfið er alltaf örugt. Strætisvagnar þurfa kannski að bíða endalaust í einhver umferðateppu. En neðanjarðarkerfið er mjög gott. En ástandi fyrir sko Suður-Frakklandi, var ekki eiginlega Suður-Frakkland sko eftir fyrri umferðkosningarna? Þá var eitthvað svona lituð kort sýnd hérna í Mondinum og Liberation þar sem var eiginlega sýnd hvar væru svona mesta vígi fasistana og það virtist verið í Suður-Frakklandi. Síðan kom í seinni umferðinni þá kom annað kort hvar voru helsta vígi vinstri manna og það var líka í Suður-Frakklandi. Já, það voru fer eftir héröðum sko. Þegar Frakkar töpuðu alls í stríðinu og frönskumælandi alls búar sneru til Frakklands þá settust þeir mjög mikið að í Suður-Frakklandi. Því það var svona loftslagið líkast því sem þeir voru vanir og þess vegna hefur mikið verið að mönnum ist til hægri þar og flokkar ist til hægri hafa fengið þar býr í seglin. Ertu að meina flokkar ist til hægri sem viðbragð við þessum raunverulega nýbúum eða þessum innflytjum? Já, það er náttúrulega, þetta voru náttúrulega menn sem að hötuðu allsýrbúa, hötuðu araba mikið. Já, og það hefur verið nú vandamál er það ekki í Frakklandi, svona allsýr vandin er viðloðandi. Jú, það hefur þetta náttúrulega, þetta nýlenda ævintýri Frakki, allsýr hefur dregið mikinn dilku eftir sér og eitrað raunverulega þjóðlífið allar götur síðan á tímum allsýrstríðsins. Já. Og svona mjög svört saga eiginlega fyrir Frakka. Það er mjög vond saga, sko, það voru svo margir sem að
tóku því illa að Frakkar skildu gefa Alsír sjálfstæði, sko. Þeir sáu það ekki að stríðið var algjörlega tapa. Það var alveg vonlaust fyrir Frakkar reyna að halda í Alsír. Og þeir hafa aldrei vilja horfast í augu við þá staðreynd. Nei, Frakkar eru herraþjóð, er það ekki? Já, þeir voru stórveldi, já. Mjög mikið þáttu risastórt nýlenduveldi, sem þeir náttúrulega mistu. Þeir vildu lengi vel halda í þessa nýlendur. Þess vegna þvældust þeir út í tvær nýlendustyrjaldir sem voru mjög til íls, sko. Fyrst var nýlendustyrjöld í Indókína, franska Indókína, og þeir reyndu að halda þetta eftir bestu getu og berja hausnum við steinin. Svo töpuðu þeir því og reyndust þeir að gera franska Indókína sjálfstætt. Það skipti þá í fleiri en eitt ríki. Og leið og þetta stríð var búið í Indókína, þá byrjaði annað stríð í Alsír, og sem var ennþá verra. En núna eru Frakkar náttúrulega þáttakendur í nokkrum stríðum líklega með vopnastuðningi og... Já, ekki svona billir, þeir sjálfur eru ekki... Nei, þeir styðja Ísraelsmenn svona meira og minna og styðja náttúrulega Úkrænum, en það gera þeir. En þeir taka ekki þátt í neinni styrjöld. En hvernig finnst þér svona þessi gamla herraþjóð sem ásvöldi erfitt með að viðurkenna, hún er ekki lengur þetta nýlenduveldi og hefur þurft að sætta sig við svona nýja stöðu. Finnst þér það eitthvað tengjast þessu furðulegur stöðu þarna sem myndaðist núna fyrir kosningarnar? Óbeint náttúrulega, má segja það. Sko, þegar meðan Frakkar áttu í þessu nýlendustríðum, það voru tímu fjórða lýðveldis sem kallað er, að þá var stjórnin næstu því máttlaus. Það var endalausar stjórnarkreppur og alltaf verða skipt ríkisstjórn, og stjórnmálamenn þeir virtust ekki vita neitt í sín haus bara hvað þetta að gera, og þess vegna héldu þeir reyndu sem lengst að halda í þá tál sín, þær geti haldið þessu nýlendum. Náttúrulega tókst þeir nú að binda enda á Indókínastríði, en Alsír stríði var fjórða lýðveldinu var banamenn fjórða lýðveldis. Þannig að þá tók de Gaulle til valda, komst hann til valda og samdi nýja stjórnarskrá þar sem aðalatrið var að koma í veg fyrir þetta máttleysi fjórðalýðveldis. Það var að koma stöður í stjórn, og þá sett hann á fót þetta sterka forsetaembætti. Forseti fjórðalýðveldis var svona álíka valda mikill eins og forseti Íslands. En hann verður þá forsetin verður þá aðal valdhafi lýðveldisins. En stjórnarskráin gekk eiginlega út frá því að forsetin hefði ævilega meiri hlut á þingi. Þannig að það var eins og menn sögðu, það var ekkert engar reglur það hvað þetta gerast ef að forseti og þingmeirihluti var að tveimur ólíkum öflum, stjórnmálaöflum. Og er það ekki staðan eins og hún í dag? Nei, já, sko, þetta hefur gerst oftar en einu sinni. En hingað til hefur það aldrei orðið til neins að segja að forseti úr einum flokki og forsætisráðherra úr öðrum voru oft svona meir og minna sammála aðalatrið, og ef þeir voru það ekki þá voru þeir sammála valdaskiptinguna. Þannig þegar þetta hefur aldrei valdið neinum erfiðleikum. Nú vandinn sá að það engin þingmeirihluti, sko. Forsetinn annars vegar og rúin allri æru, og það engin þingmeirihluti. Staðan fullkomlega patt. Nú, já. Og og þetta náttúrulega afleiðing af því stjórnarskráni sem segir ekki hvernig að gera þetta og hvernig að ráða fram úr þessu vandamáli, og þannig að það virðist ekki, nú virðist engin lausn vera fyrir hendi, alls engin, eins og máli stendur í dag. Okay, en hvernig getur aðeins sagt okkur og hlustendum og áhorfendum frá þessum forseta sem rúin allri æru, það Macron væntanlega,
og af hverju hann rúin? Sko, þarna það mjög mikil óánægja með stjórnarstefnu Macrons sem alltaf efnafræðilega hrein frjálshyggja. Og það voru, þetta kom birtist í þessum Evrópukosningum. Þá fóru Macronistar byðu þeir afhróð. Og svo ekki gott að sjá hvað gerðist í kolli Macrons þegar hann gerði þessa furðulega ákvörðun sem enginn hefur stílið að rjúfa þing og efna til nýrra kosningar. Enginn botnar neitt í því og allum bæði stuðningsmönnum hans og andstæðingum fannst þetta yfirmáta fáránlegt. En það ein skýring til og hún svo að Macron hafi reiknað svo út að vinstri menn gætu aldrei sameinast. Þeir myndu fara fram klofnir til þessara kosninga og sérstaklega vegna þess að það var svo lítið tími til stefnu. Og þá myndi hann verða eini varnargarðurinn gegn hinni skelfilegu Marine Le Pen. Hann búinn að ná kosningu á þessum forsendum og hann hélt að hann gæti leikið þennan leik enn einu sinni. En svo gerðist það sem hann virðist alls ekki hafa reiknað með, að vinstri menn sameinuðust kosningabandala og stefnuskrá. Og þess vegna náttúrulega unnu þeir stórsugur, það er hann sem tapaði. Sko. Það voru menn til hægri og svo vinstri bandalagið sem unnu sigur. Sem hann var búinn að eiginlega dæma sig öfga vinstri menn. Hann var búinn að dæma sig sjálfur úr leik. Já. Og það sem menn segja fyrst og fremst það komin pattstaða og Macron algjörlega ábyrgur fyrir henni. Þetta alveg hans sök, hans mistök. Og þá náttúrulega hvað til bragðs að taka, það eru 3 fylkingar sem svo má segja, það annars vegar alltaf þessi flokkur Marine Le Pen, til hægri. Svo eru það miðflokkamenn ýmsir og þar á meðal eru það fylgismenn Macrons, það eru þetta 3 flokkar sem að styðja hann. Svo eru það republikanar sem yngstur á milli Macronista og Marine Le Pen en myndu þó kannski geta stutt Macron. Og svo þetta vinstrabandalag og enginn hefur meirihluta. Þetta vinstra bandalag nú kannski sennilega fjölmennast á þingi en vinstri menn hafa alls engan meirihluta. Nú af því að þeir munnu mestan sigur og sem sagt eru fjölmennastar á þingi, þá fannst þeim að forsetan væri nauðbeygður til að skipa forsætisráðherra úr þeirra hópi og þeir hafa með sig að nefnt forsætisráðherra efni sem kona nafni Lucy Castri og þeir vilja kannski ekki horfast í augu við það, þeir hafa ekki meirihluta og Macron getur náttúrulega, hann hafnaði algjörlega þessari Lucy Castri sem forsætisráðherra á þeim forsetu sem náttúrulega sennilega réttar að hún myndi ef hún myndaði stjórn myndi hún falla innan fyrir 48 klukkutíma. En það engin til sem myndi ekki falla á sama tíma. En þannig að Macron heldur áfram að vera með þessa svona strategíu, þar að segja hann að reyna að ná fylgi ekki út á eigin veruleika heldur vegna þess að það búið að hræða fólk svo opaslega með því að pennistarnir komist að og svo reynir það núna líka, hann hafnar þessum kandidat á þeim forsetum að það muni ekki ganga. Já, og svo það annað, hann reynir að kljúfa vinstri menn og tekst það kannski einhver leiti, annars vegar það svo flokksmenn Mélenchons sem einhvern veginn orðin gríla í franskum stjórnmálum. menn hata hann, allir nema hans eigin flokksmenn. Og svo það annars vegar þessi fylgismenn Mélenchons í flokksmenn hans og svo það hinni vinstri menn, það sósíalistar, kommunistar og vistverndarmenn sem oft samferða. Og Macron var búinn að segja það að hann myndi aldrei nefna stjórn sem að fylgismenn Mélenchons ættu sæti í
þá koma með þá greip Melason út á því að þeir myndu kannski geta stutt vinstri stjórn þótt þeir ættu ekki aðild að henni. Og þá var nú Macron í klípu en hann sneri sig úr því að það væri ekki hægt að mynda vinstri stjórn því hún verið felld innan við 48 tíma. Og hvaða stjórn, og hver forsætisráðherra þá? Sko, nú það þannig er skelfilega vond staða, sko. Stjórn eftir kosningarnar, þá sagði stjórnin af sér. Eins og henni bara að gera raunverulega. Og þá gerði Macron það sem honum bara líka að gera, að skipa stjórninni að sitja áfram til að leysa sko þau mál bara sem að koma upp. Það sé ráða fram úr einhvern snöggum vanda, en hún hefur umboð til þess, en hún raunverulega ekki nein umboð til að gera meira. Þannig að hún búin að sitja í, held ég, 40 daga og það nú alveg. Það hefur aldrei gert áður að stjórn sem búin að segja af sér setja áfram í 40 daga og nú það svo að framundan eru verkefni sem að þessi stjórn hefur ekki umboð til að leysa, það fjárlögin og það ýmislegt svo að hún eiginlega búin að vissulítið búin að fara út fyrir sitt valdsvið. Og það náttúrulega ekki gott, því að hún sko, ráðherrarnir eru ekki raunverulegi ráðherrar, þeir eru bara til þetta að ráða fram úr einhverjum málum sem uppkunni að koma. Þetta ótrúlega svona leikrit. Þetta hefur aldrei áður gerst í Frakklandi, en það eru dæmi til svona í Belgíu og svona, held ég að stjórnir sitja áfram þóttu sé búin að missa allan meiri hluta. En þá eru sem sagt uppi áform að mynda nýja stjórn. Já, það alltaf beðið eftir í sko, samkvæmt stjórnarskránni, þá á Macron að útnefna forsætisráðherra. Það hans hlutverk. Og þegar sko vinstri menn mæltu með þessari Lucy Kasti sem forsætisráðherraefni, þá sögðu menn að þeir var raunverulega að fara út fyrir sitt hlutverk því að forsetin hefði einn vald til að útnefna forsætisráðherra. En hann hefur ekki gert það og það bendir ekki til þess að það sé á vændum. Og hefur hann engan, samkvæmt stjórnarskráni, er engin frestur? Nei, það er engin frestur. En í raun og veru, sem menn segja, það sá frestur að hann verði að útnefna nýjan forsætisráðherra og mynda nýja ríkisstjórn þegar að fjárlög koma til umræðu. Stjórnin hafi alls ekki umboð til þess að skipta sér af þeim. En finnst þér menn vera svona ósáttir eða fólk ósátt við þetta í Frakklandi og mikil umræða? Já, en það alltaf þetta umræðan gengur í hring því það engin lausn í sjónmáli. Menn geta ekki séð nokkra minnstu lausn. En einhver svona ólga, myndur þú segja, væri einhver von til þess að franska byltingin taki sig upp? Nei, það nú búið að boða einhverja mótmæla aðgerðir en ég veit ekki hvað verður úr þeim. Sko, vinstri menn virðast ekki vera sammála efna til mótmæla aðgerða. Sumum finnst að það sé ekki nein stund til þess. En þessi sameinaða vinstri hreyfing sem hvað hétur nú vel... Já, Front Populi, nýja alþýðufylkingin. Já, nýja alþýðufylkingin. Já. Og sem heitir í höfuðið á gamlu svona andspyrnu. Nei, hún heitir í höfuðið á alþýðufylkingunni var 1936. Já. Sem hefur stór stund í sögu franskra stjórnmála. Sko. Þá gerðu vinstri menn kosningabandalag og unnu kosningarsigur. Og þá það dálítið svipað, sko, kommunistar studdu stjórnina en tóku ekki sæti í henni. Og þess, eins og Melason stundu upp á núna, þeir styðji stjórnina án þess að eiga sæti í henni. En þeir gerðu meiri háttar umbætur, þessi alþýðufylking 1936. Og það svona almennt viðurkennt? Já, sko það segja að hægri menn bara hötuðu hana alveg. Það var til dæmis þessi alþýðufylking sem að koma á launuðum fríum. Þetta var mjög mikið framfaraspor en hún stóð ekki mjög lengi sko. En eftir kosningarnar, eftir að raunverulega vinstrihreyfingin kemur öllum á óvart með því að sameinast á svona stuttum tíma og ná
má ekki segja einhvers konar sigri, já. þótt að ná ekki meirihluta, þá samt sigri. En er hún ennþá svona saminuð, finnst þér? Nei, ég afskaplega hræddur að hún fari að koma upp einhver klofningur, sko. Það segja að klofningunum sálega Mélenchon mjög óvinsæll meðal annarra vinstri manna, sko. Hann eins konar gríla og hann í raun og veru orðinn dragbítur á vinstri menn. En það ekki ósekju einhver leiti þar að segja? Nei, heiðarlegur vinstri maður? Jú, en hann stefnir í næstu forsetakosningar. Hann meira sama hvað gerist fram að því, sko. Hann vill vera í sem bestri stöðu þegar næst verða forsetakosningar. Og það og hann setur ílega, sko, persónuleg stefnu. Hann fylgir persónulegri stefnu. Það nú svolítið megin svona, það ekki núna í stjórnmálum ofta? Jú, það er það. Kannski þetta gamla góða að byggja upp hreyfinguna innan frá í grasrótinni, það hefur kannski eru bara orðið tóm eða hvað? Nei, það er nú ekki, sko. Ég held að umhverfissinnar reyni það, svoleiðis. En það er svona klofningslínur innan vinstri manna og svo er persónulegar deilur, sko. En hvernig stendur á því svona að vinstri mönnum tekst ekki að standa saman eins og til dæmis gegn nýfrjálshyggjunni? Nú þú mikið skrifað nýfrjálshyggjuna og sett það svona konsept svolítið á kortið? Já, sko, þetta er svolítið merkilegt að það á síðustu áratugum hefur orðið ein stór breyting, en það svo menn átti sig ekki á því, og það bylting nýfrjálshyggjunnar og sem sé að í raun og veru ætti hún að skipa sama sess í sögun eins og stórstyrjöld eitthvað svoleiðis, en menn einblína á einstök atriði, sko, átti sig ekki á því þetta var bylting yfir alla línuna, gjörsamleg umskipti, sko. Og það að gera ekki að breyta einu atriði öðru, heldur ganga á hólm við þessa frjálshyggju heild. Og enginn af þessum vinstri flokkum þeir sitja málið ekki svona upp í heild, en sem sagt að menn alltaf sammála það þegar vinstri menn að það þurfi að vinna bug á þessari frjálshyggjustefnu Macrons, sko, bara hans stefna hrein frjálshyggja. Það að segja til dæmis sífelldar einkavæðingar og halda því áfram þótt þessar einkavæðingar reynist bara vera til ills eins. Og til stórs tjóns fyrir almenning. Til dæmis einkavæðingar á hraðbrautum að þarna menn segja að þegar þessar hraðbrautir voru einkavæddar þá hafi ríkisvaldið samið illa af sér, þetta sé alveg hörmuleg aðgerð, en menn áttast ekki auðvitað var það tilgangur var sá að afhenda auðkýfingum ríkisegnir fyrir nánast ekki neitt fyrir slík en þetta hefur gefist alveg hryllilega illa og auk þess hefur þetta svift ríkinu miklum tekjum svift ríkið miklum tekjum og en það var bara búið svo rækilega hnútana að það verið svo að sé ekki hægt lögfræðilega séð að allt þetta ganga tilbaka. Já, nú hafa verið skrifaðar skýrslur einmitt sko, niðurstöður af einkavæðingu í OECD-löndunum. Ég man ég las einhvern mann svoleið skýrslu þess að afdráttalaust niðurstöða að það hefur sko ekki reynst vel á neinum eiginlega, sko, neinum, ekki í orkumálum, ekki í samgöngumálum, ekki í heilbrigðismálum, ekki í menntamálum, en ég kannski gleyma einhverjum flokki, en allavega kom það bara í ljós, sko, að það hefði ekki skilað neinu, en það er einhvern veginn, það var svona tilraun til að sjá þetta í heild, en það hefur ekki verið einhvern veginn talað þetta sem heildrænt. Menn hafa kannski ekki skoðað nægilega mikið í heild, en það hefur alveg sýnt sig að þetta til ills eins, og svo hefur kemur líka í ljós að það verið að halda áfram á þessari braut, sko. Nú verið að einkavæða járnbrautarkerfið í áföngum
og það verður alveg skelfilegt því að eins og menn segja kjarni málsins núna þegar berjast gegn loftslagsbreytingu, það að efla almenningssamgöngu sem allra mest og þegar að vera einkavæða þetta járnbrautarkerfi, þá gengur það í þveröfuga átt sko. Þannig, og svo náttúrulega talað það að það sé reynt að einkavæða heilbrigðiskerfið, það í ólestri í Frakklandi eins og ég held að það sé hér og þetta virðist vera bara til að stefna að því að efla einhver lúxussjúkrahús fyrir auðkýfinga og hafa hitt eiginlega bara alveg í ólestri. En sem sagt ansvarið við nýfrjálshyggjunni er ekki svolítið ansvarinu eða ansbyrnunni vandi á höndum að því að það er ennþá verið að vísa í Sovétríkin og það hversu illa það gafst að hafa þetta ríki svætt. Það að segja með alræðisríkjum sko. Það er nú ekki eins mikið verið sjálfstæðis Sovétríkin er ekki á mikið á dagskrá. Það er aðlega Venezuela. Já. Það er Grýlan í bilið sko. Og það segja að sko, þetta einn dragbítur á Mélenchon sá að hann var aldrei hallur undir Maduro í Venezuela. Hann neitaði að horfast í augu við raunveruleikan og þetta hefur eitt af því sem hann hefur verið gagnrýndur fyrir mjög. Getur þú sagt okkur aðeins svona upplýst okkur örstutt hver staðan í Venezuela? Það veit ég ekki nema hún samkvæmt öllum fréttum hún mjög vond en ég veit ekki mikið fylgst með henni það segja allir að þetta sé veiriháttar vandamál og mjög illt. En þannig að þegar einhver andspyrna gegn sem sagt eða andspyrna gegn þessari nýfrjálshyggju þá vitnað ferli að þá vitnað í einmitt það sem að illa fór í náttina og hefur einhvern veginn hefur engum tekist af þessum vinstriflokkum að búa til einhverja svona eins og heildstæða framtíðarsýn eða einhverja stefnu? Þá strax komið með það þetta muni leiða til hennar skelfilegustu ófara. Að þarna atvinnurekendur nú að rísa upp og þeir slýsa því yfir að þessi stefnuskrá vinstrimanna muni leiða til algjörs hruns. En hvernig stendur þú hugsaður í umræðinni? Hvað vinstrimenn hafa tapað miklu? Að það sé alltaf hægt að svara þeirra framtíðarsýn og þeirra stefnum með þessu móti en geta þeir ekki svarað nýfrjálshyggju flokkunum? Af hverju ekki hlustað á þær? Ég veit ekki, þeir náttúrulega benda á mjög margt sem þeir að gera en þeir geta ekki, þeir hafa alls enga paradís til að vitna í lengur, það ekki til en og það virðist vera að sagða að ófarir frjálshyggjunar í öðrum löndum virðast, það alltaf nefnda sko, hvernig ástandið hefur orðið í England og Bandaríkjunum það fjarlægt sko. Það einhvern veginn fjarlægt, það náttúrulega bara samt ekkert fjarlægar en Venezuela, en það eins og við tökum ekki marka á því eins mikið og heldur þú að sé að því að við höfum ekki að við ræðum ekki vandan. Nei, það náttúrulega ekki, menn ræði ekki vandan í heild og gera þetta upp í heild, menn mér finnst menn mæna of mikið á einstök atriði. Eins og til dæmis sjúkrasamlagið sér sko og eins og þetta sé ekki, menn sko þetta ekki í samræmi sko og það ekki fyrir utan heilbrigðiskerfið, þá líka skólakerfið í ólestri en eins og menn tengi þetta ekki saman. En þetta ekki líka því að það svona klopningur á milli einhver svona tæknilegs eða efnahagslegs, þar að segja það einhver svona sérfræðivæðing í því að hagfræðinga að segja þetta sé bara það alveg sama hvaða pólitíska stefnu þú ert með og draumsýn, að þetta hafi nú bara reynst praktiskast og fínt, þannig að það einhvern veginn, það stundum finnst mér eins og sér bara að tala nýfrjálshyggjuna sem efnahagslegt en ekki sem þessar raunverulega hugmyndafræði. En sko, náttúrulega kjarni málsins náttúrulega sá að þegar að frjálshyggjubyltingin varð, þá var alveg skipt hugmyndakerfi eða hugarfar fram að byltingu frjálshyggjunnar var lítið svo á að hlutverk stjórnarinnar væri að sjá velferð almennings
og sjá til þess að til dæmis að þess þjóðfélagskerfi, sjúkrasamlag og allt annað, það var í góðu lagi. Frjálshyggjubyltingin, hún leiddi til þess að það var alveg kúvend. Hlutverk stjórnkerfisins var það að skapa góðan grundvöll fyrir einstaklingar gætu grætt. Að þá kom þá var alræði hominis economici sem segja að aðalatrið var að græða, sko, það er ekki lengur, hugsunni var ekki svo að lifa góðu mannlífi, hugsunni var svo að græða sem mesta peninga. Svo allt var undirlagt peningagræðki og það má taka sem dæmið spakmæli sem einn frjálshyggjupostuli innan lands hér léta vörum fljúga. Landslag væri lítils virði ef ekki var hægt að meta það til fjár. Þetta var, það segja að þetta var nýja hugarfarið. Áður lítu menn á landslag sem fegurð og ramma fyrir mannlífið. Nú var þetta bara þeirist allt peninga. Þessi kjarnir í frjálshyggjunni svo að það komin hrein peningahyggja í staðin fyrir öll önnur gildi. Og þetta umverulega það ennþá í gangi. Þér finnst ekkert vera að láta á þessu. Fylgistu með umræðinu, fylgistu svolítið með pólitíkinni hérna á Íslandi? Frá París? Jú. Já, og hvernig finnst þér svona? Ég finnst þetta að vera afskaplega svipað eins og erlendis, þeir miðlar sem ég fylgist með virðast mér miklu orðinu raunsæðir. Þeir farnir að sjá gegnum ástandi. Menn átta sig á því kannski enn betur í Frakklandi að nú allt farið að snúast í kringum peninga. Men það mannhugsjónin gróðamaðurinn. Svo sem græðir mest. Og öll önnur gildi verða undan að láta. Og finnst þér sem sagt menn gera sig grein fyrir hérna á Íslandi? Já, mér finnst það betur heldur en í Frakklandi. Myndirðu segja kannski að væri hérna meira við rauðaborðið og samstöðu eða líka almennt á Íslandi? Það bara held ég, eftir þeim meðlum, ég kíki á þessar snjáldru og þá sé ég þetta afskaplega margir tala þetta. Það virðist vera nokkuð ríkjandi, en ég get náttúrulega ekki dæmt heildina. Ég bara hef svona sé bara hluta af því sem hér rætt. En hvernig finnst þér þá svona staða vinstri, hvernig finnst þér þá eiginlega, finnst þér vera svolítil von til þess að það verði undið ofan af þessari á Íslandi? Já, ég sé bara enga von til þess. Kjarni málsins á Íslandi svo að Sjálfstæðisflokkurinn lifir í þeirri trú að hann hafi sérstakt umboð Guðs til að stjórna landinu. Það sem á kínversku myndum maður segja tjenming, umboð himinsins. Og þá skiptir ekki máli hvort að flokkurinn sé 40% eða 12 eða 15%, hann hefur þetta sama umboð. Hann hefur rétt til að stjórna Íslandi. Þetta viðhorf ríkjandi í Sjálfstæðisflokknum, það ríkjandi, nokkurn veginn ríkjandi í Framsóknarflokknum og það hefur mikinn hljómgrunn innan annarra flokka. Og þannig að lögmát, sú stjórn ein lögmæt sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur forráð í og aðrir flokkar ekki lögmætir nema þeir í stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Stjórnarandstaðan í raun og veru ekki lögmæt því hún á móti þessu umboði himinsins og sem sagt að þeir flokkar sem í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, þeir verða að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins í einu og öllu og jafnvel vera á undan framkvæma vilja Sjálfstæðisflokksins áður en formaðurinn búinn að segja búlúlala. En sem sagt að þetta höfum við afskaplega skýr dæmi núna fengið þetta og ég hef mjög hræddur það ef einhver vinstriflokkur kemur næst í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, miðflokknum og hvað má vita hvað, að þá verðum bara að framkvæma stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins. En hvað myndir þú segja að vinstrihreyfingin ætti að gera? Já, náttúrulega, ef hún hefði bolmagn til þess, þá verður hún að snúa baki við þessari frjálshyggjustefnu og það eitt sem bara smá atriði að það þarf að gera einhverja menn til að gera úttekt á einkavæðingum og láta þær ganga tilbaka sem hafa reynst vera til ills eins og það eru afskaplega margar
og það eitt sem þyrfti að gera held ég og alls staðar í Frakklandi líka það þyrfti láta engavæðingar hraðbrautana ganga tilbaka og hætta við að engavæða járnbrautakerfið. En það ekki þannig að nú ekki stundum þau rök að það sé erfitt að hætta miðri leið, þá mun allt fara í hnút ef það er ástæðulaust að bíða eftir þetta að allt fari til andskotans. Það þyrfti að stöðva þróunina áður það gerist. Og hérna á Íslandi væri það möguleiki núna, finnst þér að svona snúa? Ég veit ekki. Til dæmis að breyta kvótakerfinu, afnema það í þeirri mynd sem það núna. Það eitt sem að þarf að gera og sömulegis svona einfaldar ráðstafanir. Til dæmis hvernig stendur á því að það verða að leyfa útlendingum að kaupa jarðir í stórum stíl á Íslandi. Það er náttúrulega auðkýfingum. Já, erlendum auðkýfingum. Það náttúrulega liggur augum uppi til hvers þeir gera það. Því þeir eru að reyna að finna sér einhverja stað til að flýja til þegar að hitastigið hækkar og loftslagið breytist. En svo náttúrulega líka yfirleitt stór fyrirtæki, svona auðhringir ofta að baki þessara manna þannig að það meiti ekki hver að baki hver, það eru hreinlega einhver frægir auðkýfingar. Það einhver sem var búinn að kaupa upp jarðir á Vopnafirði og svo las ég grein þennan sama mann í Líberasjón þar sem var öll hans bellibröð og illvirki voru 1000 sem aldrei var talað á Íslandi held ég. Já, þau voru maður þurfti nú bara hérna að googla þann mann til þess að sjá hann var ekki með beitt hreinan skjöld. Nei, alls ekki. En það var nú ekkert farið eftir því. Það eins og þeir voru að kaupa upp jarðir á Norður Svíþjóð til dæmis og á tímabili vildu þeir kaupa jarðir á Nýja-Sjálandi en stjórnin setti nú þeim stóli fyrir þetta. En svo það náttúrulega náttúruauðlindar. Já, þeir vilja. Það eru fiskimiðin og kvótinn en svo það líka núna bara það unnið að því öllum ráðum að engavæða orkuauðlindirnar. Já. Þetta ef á að berjast gegn frjálshyggjunni þá þarf að stöðva þetta bara sem allra fyrst. Og þetta er náttúrulega að hleypa þessum fyrirtækjum sem með ferðamennsku á Íslandi algjörlega ábyrgðarlausum stefna mönnum í voða. Það er alveg furðulegt hvað menn hafa tekið miklum silkihönskum á þessu. Þetta á að stöðva samstundis. Og það er þetta alveg furðulegt að það eins og náttúrulega ofta gerist þegar menn að vilja verja hendur sína þá bara vita það ekki neitt. Allt í einu vita það ekki neitt. Þeir vita ekki það sem þeir eiga að vita. En hvernig finnst þér svona að koma til Íslands núna bara svona finnst þér vera minnir það eitthvað á þegar þú komst hingað í hruninu eða svoleiðis? Nei, ég er búin að vera hér of stutt til að geta nokkuð sagt það. En það segja svona sumir að það séu einhverjir svona... Já, ég tek eftir því að það er afskaplega mikið af krönum í Reykjavík og það hefur verið sagt að þegar að talan á krönum komi yfir ákveðið mark þá verði hrun. Þannig að nú það er allstaðar einhverjir kranar að rísa upp. Þannig að það lofar ekki neinu góðu. Nei. Það segja þessir menn sem að hugsa bara peninga, sem gera það að aðal markmiði lífsins að verða ríkir og verða sem allra ríkastir, að þeir er algjörlega ófærir að sjá eitthvað fram í framtíðina. Til dæmis þessi í íslenskri ferðamennsku, þá er eins og menn haldi þetta muni bara halda áfram til eilífðar nóns, alltaf komi milljónir ferðamanna hverju ári og það sé alltaf halda áfram að græða og byggja hótel og hvað einn en þetta getur hrunið á einu vettvangi. Svona þróun helst aldrei mjög lengi. Þannig að það vantar svona heildarsýn. Það er margir að segja það núna, svona að reyna að krafsa eftir einhverju svona bitum til að búa til einhverju heildar. Menn hafa ekkert tímaskyn. En núna er þú kannski búin að vera líka kortleggja og reyna að ná svona einhvers konar heildarmynd á nýfrjálshyggjunni. Finnst þér vera
Finnst þér vera einn í liði svolítið eða gerir þér vonur að það... Ég veit það ekki, ég get ekki fylgst með því sko hvað. Mér finnst nú... Í fræðunum til dæmis í Frakklandi? Í fræðunum? Já, nei, ég fer nú ekki... Ég ekki tengdur neinu sem að gerast þar núna. En þarna, mér sýnist það eftir því sem ég les Snjáldru að það sé nú ansi margir sem séu svipari skoðun og ég. Byrju, hver Snjáldra aftur? Það Facebook eða Facebook. Já, það er Facebook, já. Facebook. Já, þú fylgist svolítið með því gegnum hana. Já, ég fylgist dálítið með því. Já. Svona, þannig að mér sýnist nú að það ég sé menn les skoðanir manna sem eru mjög svipaður róli og ég. Já, þannig að þá er nú svona smá. Það er náttúrulega einhver von, sko, að þetta, þegar að menn farnir fara virkilega að átta sig á hlutunum. Og þú kallar þig vinstri mann og þú kallar þig ekki öfga vinstri mann. Nei, þetta hefur náttúrulega alls ekki enga merkingu lengur. Sko, til dæmis í Frakklandi það svo að þegar menn eru umhverfisverndar sinnar, alvöru og gera sig grein fyrir hvernig ástandið þá þeir kallaður öfga umhverfi sinnar. Það allar raunhæfar aðgerðir í loftslagsmálum eru kenndar við einhverja öfga umhverfisvernd. Það að segja, náttúrulega vandamáli í sambandi umhverfisvernd það að menn halda að það sé hægt að leysa vandan en þó geti menn líka haldið áfram að lífa því lífi sem þeir hafa lífað hingað til. Sko. Haft jafnmarga bíla og farið í jafnmargar flugferðir og hvað eina og lífað samskonar neyslu, farið 3 ári til Tenerife eða eitthvað svoleiðis. Menn átta sig ekki á því að ef á að fara að leysa vandamáli raunverulega þá þurfa menn bara yfir höfuð að breyta lífsstíl á Vesturlöndum. Já. Það er ekki hægt annað. Það er nú afneitun eins og vorum að tala að Frakkar kannski eru pínulítið afneitun yfir því að þeir eru ekki lengur þessi herra nýlendu þjóð. Við höfum ekki alveg lengur leifið til þess að hafa okkur svona herrar jarðarinnar. Neyslu þjóðfélagið komið út á blindgötu eins og það er. En nú nú tíminn okkar frá okkur horfinn en mér langaði bara að spyrja hvort þú lesir alltaf gömlu, þú gafst út þýðingar á gamla miðaldabunkinum, ekki frá 12. öld, Abelard, bréfaskipti Hans og Eloísu sem voru mjög ástfangin og hvar er þetta nálgast þessa bók, veistu það? Bókasöfnunum? Það veit ég ekki. Þetta var ævisaga hans sem að þessi bókumiðaldasögu, það var þýðing fyrst á þessari svokölluðu hrakfallasögu Abelards sjálfs og síðan á bréfum sem þeim Eloís fór á milli. Það reyndar ekki öllum bréfunum en úrvali úr þeim bréfum og svo skrifaði ég ritgerð þetta mál. Já, sem birt líka. Það er ekki bara eftirmálið eitthvað svoleiðis. Já, hann er mjög skemmtilegur. En ég veit ekkert það hvort að hún enn fáanleg eða ekki. Nei, hún kannski til á einhverjum góðum fornbókabúðum. Já, hún ætti að vera það. Og ætti náttúrulega að vera endurprentuð og hún ætti náttúrulega að vera endurprentuð. Já, ég veit ekkert það. Og til nú eru einhver almenningssöfn ennþá til. Já. Og kannski rafbókasafninu. Já, ég veit það ekki. Og svo náttúrulega pólitísku bækurnar. Ég mæli mjög með þínar bækur. Já, ég veit ekki hvort að þær eru fáanlegar ekki. Ég fylgdi það ekki svo vel með því. Það verður útgefandinn að sjá sko. Bréf til Maríu, Örlagaborgin og 68. Mæ 68 frásögn hét sú bók. Já. Og þannig að ég veit ekkert hvar það er að finna. Það eru sennilega einhver staðar ef menn leita nógu vel. Og svo vitum við að þú ert að vinna annarri bók þannig að það er mjög mikil spenningur fyrir svona aðdáendur hvenær hún kemur út. Það kemur kannski einhvern tímann út Deo volente. Hvað þýðir það nú aftur? Ef Guð vill. Nú ef Guð vill, já. Er það svona eins og inshallah, já. Deo volente. Deo volente. Deo volente. Kendur þú ekki latínu? Nei, ég kendi íslensk fræði í Sorbonne, ég hef aldrei kent latínu. Nei, en þú kant latínu? Var rafl, já. Já, Einar Már Jónsson, rithöfundur og sagnfræðingur og Parísarbúi. Kæra þakkir fyrir að koma til okkar að Rauðaborðinu og ræða svona ástandið eða pattstöðuna í Frakklandi og kannski bara fá við að heyra í þér
svona þegar þessi pattstaða leysist eða ekki? Ef hún leysist þá. Já, ef hún leysist þá. Og hvað gerist ef hún leysist ekki? Já. Þakkaði fyrir sömuleiðis. Kæru hlustendur og áhorfendur, það komið að lokum hjá okkur hérna á Samstöðinni í kvöld. Við höfum setið hérna við rauðaborðið og farið yfir vítt svið og nú ekkert annað eftir en að bara þakka ykkur fyrir, þakka tækni fólkinu okkar, Pétri Fjellsteð og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að senda þennan þátt út til ykkar, áhorfenda og hlustenda og við þökkum ykkur kærlega fyrir að vera með okkur og gera þetta að samræði vettvangi okkar. Og við viljum líka benda á að þið getið stutt okkur enn frekar og stutt við bakið á svona sjálfstæðri róttækri samfélagsumræðu og fjölmiðlun með því að styrkja okkur með einhverju lítilræði eða eins og þið hafið efni á, það samstöðin.is, þá svona áskriftartæki þar sem hægt að greiða og greiða svona styrktar eða áskriftargjald og líka að gerast eigandi að þessum fjölmiðli. Því að það svolítið annað að vera eigandi svona almenningseign, eins og hlutafélag almennings, það myndi ég segja mjög svona gott fyrirbæri en svona hlutafélag stórfyrirtækja og gróðafyrirtækja, það svolítið mikið annað og það mikið í húfi að við styrkjum svona, tökum okkur saman og styðjum við þessa svona róttæku samræðu hérna okkar og þá þakka ég bara fyrir kærlega í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.